Já, komið sæl á ný. Við vorum í karlaklefunum í fyrri hlutunum og varum inn í kvennaklefan í seinni hlutunum. En gestur okkur Líf Magnýdóttir, Theodóra Þorsteinsdóttir og Sanna Magdalena Mörtsdóttir. Verið allar velkomnar. Takk. Byrjum á þið eru í Reykjavík og Kópavogi, þannig að veiðigjöldin hafa svona virkt ekki mjög mikið í ykkar sveitarfélögum. Kannski í Reykjavík, það er stærsta sjávarútvegsfyrirtæki. Hafið þið fundað með forsvarsmönnum Brims út af þessu? Nei, við höfum nú ekki gert það og við skilum heldur ekki inn umsögn veiðigjaldafrumvarpið. Þessi Reykjavík og borg skilur oft inn umsögnum alls konar frumvarp. En það hefði alveg verið fróðlegt að gera það. Og skoða með hvaða hætti þetta hefur þá áhrif á Reykjavík, bara algjört hlutlaust mat. En það var tekin svo ákvörðun að þetta væri það pólitískt að sveitarfélag ætti kannski ekkert að vera að skipta sér að þessu með þeim hætti. Hvaða breytingar þar eru fyrir Reykjavík? Er einhver þannig eða? Nei, en þetta ég kannski fæ bara Brim inn í borgaráð eða hvern sem svo í þessari útgerð hérna á Stór-Reykjavík og Við tölum svolítið forstjóra þar, Guðmund Kristjánsson fyrir hlutunum, hann er skemmtilegur maður. Þannig að það er ekki sikkin að því ég seti bort með honum ykkur á sund. Þó þetta séu mörg tonn sem að Brim á og það er ekki allt unnið í Reykjavík, eitthvað fyrir með að Vopnafirði og víðar. Akranesi. Já, það er eiginlega ekkert eftir þar. Eitthvað, þeir vinna eitthvað. Þá er þetta hlutfallslega, skiptir þetta miklu minna máli fyrir Reykjavíka heldur en í svona sjávarbyggðunum. Í svona þessum, viðkvæmu byggðum. Rétt nær 2% af atvinnustarfseminni hérna í sjávarútvegi. Reyndar skiptir þetta kannski í Skaga með svolítið miklu máli því að þetta sem er óbyggt á Akranesinu að hann og bæjarfélagið ætla saman í ykkur uppbyggingu þar og kosta til ykkur peningum, þannig að kannski óttast hann dragi það tilbaka, ég veit það ekki. En einu sinni var sjávarútvegur í Kópavogi. Já, það er ekki lengur. Nei, það var einn bátur sem landaði tíma, ég held hans farinn. Og fiskvinnsla sem átti ekki útgerð sem var frá hausinn fyrir einhverju svona nokkrum árum. Já, og það er núna bara búið að ryðja þessu meira minni burtu fyrir þéttingu byggðar. En ég hef náttúrulega fylgst með þessar umræðu á þinginu aðeins og svona án þess að fara svona efnislega í þetta. Ég er náttúrulega fulltrúi Viðreisnar og styð auðvitað mitt fólk þar. En þá finnst mér þetta bara svo áhugaverð umræða, svona kannski í tengslum við þessa 2 valdaflokka, Framsókn og Sjálfstæðisflokkinn, það sem er svona, hvað er að gerjast, hvað er að gerast inn í þessum flokkum. Mér finnst það svolítið endurspeglast í umræðunni. Það er svona leiðtogaaleysi og bara svona hálfgerð svona stjórnarkreppa. En augljós hagsmunatengsl. Óboðsleg hagsmunatengsl, þetta er svona alveg svona svífandi dans sérhagsmuna og já, en mér finnst áhugaverðast að skoða hvernig þessir þingmenn, þessara 2 flokka, gömlu valdaflokka, hvernig þeir svona eru að berjast svona innbyrðis. Mér finnst ég svolítið meira að horfa á það heldur en svona efnislega og ég veit ekki alveg hvað þeir ætla sér að taka þetta langt, þetta málþóf. Nei, hann er búinn að segja, Jens Garðar, að bara allt sumarið og þess þarf. En mér finnst það athyglisvert umræðan að vera að mæta í vinnuna á sunnudegi Mér finnst það dálítið athyglisverð nálgun að einmitt kalla eftir því að ræða þetta á dýptina og halda áfram að ræða þetta og svo er kannski einhverja kvart yfir því að sé mætt í vinnu á sunnudegi. Ég meina við bara búum í þannig samfélagi að maður þarf að vera að alla daga. Mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt. Það er sunnudagur í dag og hér sittum við. Hér erum við. Erum við ekki einhverju taxta? Nei, þegar ég byrjaði til sjó og vetrarvertíð, þá var fyrsta helgafríð, sunnudagur, fyrsti sunnudagur eftir miðjan apríl Það var janúar, febrúar, mars og miðjan apríl og þá var fyrsti sunnudagur fyrsta helgafríð okkar. Og engi kvartaði. Það var vitnað í bandarískan hershöfðingja áðan að maður á ekki að fara í stríði nema að telja sér trú að maður geti unnið það og ég held að það eigi við málþófið. Þessi flokkar eru ekki að leggja stað í þetta nema þau telji sér geta unnið þetta. Það er bara verðið þannig að komi bara ágúst og miður ágúst og ennþá eru þeir upp í pontu og það er bara ekki hægt að koma þessum málum í gegn og hvað ætlar meirihlutinn að gera þá? Jú, það er neyðarheimill. Fáir vilja nota hann. Já, Guðrún Helgadóttir gerði það. Og það er Þórunn Sveinbjarnardóttir, hún er bara að rífa í neyðarheimilin.
En ástæðan fyrir að fólk hefur ekki gert þetta að það verði til svo mikill ílind inn í þinginu eftir að næsti þingvetur verður bara óbærilegur. Ég held samt að þetta sé rosalegt reynsluleysi stjórnarflokkana hvernig það hefur ekki tekist að semja mál. Þannig að mér finnst það líka vera svona svolítið áþreifanlegt. Stundum er það bara ekki boðið på frið. Þeir ætla ekki að semja. Já, en þú veist, það hefur margt gengið á í tíð fyrirverandi ríkisstjórnar sem var bara list og baku tjöldin, sko, en núna er þetta allt komið á sviðið. Svo ég segi það líka, maður finnur alveg fyrir því að það er ákveðið reynsluleysið annað. Já, svo er miklir hagsmunir undir hjá þeim sem haldið upp í málþófinu eða þeirra, vaklandi, að það er bara, ekki hægt að gefa henni svigrúm, ekki hægt að falla frá andúfunni gegn veiðigjaldunum og öfugt. Hinn megi ekki bakka út fyrir því. Já, það er eitthvað þrjóska. Þannig að þetta er svona bara gambítur. Stálunistinn. Já. En við höfum þá eitthvað að gera í sumar, ef við fyrum ekki til útlanda þá. Getum við haft á Alþingisráðsina í allt sumar og haft gaman af. Sumt er gaman, Já, þetta er alveg dreflegri, Ég held að fjari svolítið, við vorum held ég fyrir viku síðan eða 2 vikum, þá vorum við að tala að þetta var ennþá alltaf fyrsta frétt, þrátt fyrir ástandið í milli Ísrael og Íran og miklu stærri fréttir, eitthvað að Borgþór hafi komið upp í pontu og kvartaði yfir fundarstjórn forseta. En mér finnst þetta að vera svona aðeins að fjara, þetta er komið svona í 4. frétt og þannig að við getum ekki verið og látið eins og málþóf í þinginu sem stórfrétt dag eftir dag, það er bara þykisturleiti. Þeir eru lengi frétt. Nei, og svo er ekkert RÚV fer niður á þing og koma 2 þingmenn sem eru undir meiði og það er svona 20 sekúndur og svo hinn líka 20 og það var í gær eða fyrir þetta sem eitthvað sagði, má ekki segja aðeins meira hérna, Þannig að er þetta ekki skil, er þetta ekki neinu þessu umfjöllun sem er... Segur maður getur komið bara á samstöðina, það er nú tími. Ég myndi líka vilja sjá meira umræðum bara þessi hagsmunatengsl, því það er aðeins fjallað það í fjölmiðlum, en það mætti alveg kafa dýpra ofan í bara þá sögu og af hverju þessir flokkar eru að halda upp í rauninni þessum, eða þú veist, eru með þessa framkomu, af hverju þau vil ekki samþykkja þetta, hvað liggur þar að baki og fara aðeins alltaf bara í söguna. Ég held það væri mjög athyglisvert að fá meira frekari greining á því, ekki bara eitthvað, þeir eru í málþófi, þeir ætla ekki að samþykkja. Það er bara nauðsynlegt, þú veist, af hverju? Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, hann var formaður samtaka fyrirtæki sjávarútvegi og varaformaður samtaka atvinnulífsins. Guðrún, formaður Sjálfstæðisflokksins, var formaður samtaka iðnaðarins og varaformaður samtaka atvinnulífsins. Þau koma bara Borgartúni 35, B35 og þar eru hagsmunir, verið að verja hagsmunir á 5 hæðum. Það eru lobbyistar á 5 hæðum í þessu, hafa þetta hlutverk að verjast. Sjálfstæðisflokkurinn er bara firmalið Borgartúnsins. Já, ég sagði það. En þannig að það fólk er með þetta, þessa velunnara sína á eftir sér. Og þau eiga bara, þeim er allt á forræðið. Ég held að þau eiga enga leið tilbaka. Þetta er alveg stál í stál. Það þarf kannski bara þátt B35? Já, ég væri hrifinn af því. Ég er búin að segja þetta svo oft, þetta B35. Já, marga myndir að svo sem er húsatvinnulífsins og svo þetta bara lobby á öllum hæðum. Sem hefur haft gríðarlega áhrif á lagasetningu á Íslandi. Já, og kannski er ástæðan svo hvað þetta er hart núna, að þau eru vöndi að fara með völdin og núna allt inn að koma þetta er sára saklaust frumvarp, Þetta hækkar þetta valla mælist í reikningum stórútgerðarnar. Þetta er svo lítið sem er verið að ná og alls ekki einhverju endanleg orustöðum að hverja í auðlindina. En samt er svarað alveg með stjórnlausri hörku. En það er líka málþófi auglýsingatímanum. Já, lengsta auglýsing ásins þegar Heiðrún Lind fer að tala lausagöngu katta. En fyrir sveitarfélög, það sem að það er verið að tala það, Skinnið Þinganes sem er yfirburða fyrirtæki á Höfn í Hornafirði. Það byggði bara fótboltahús. Og ég held að reyndar að það hafi verið Alcoa sem byggði fótboltahús á Reyðarfirði og þessi fyrirtæki er að leggja í sjúkrahúsinu samfélagsleg ábyrgð. En þá er bara, en eiga þau að taka ákvörðuna. Er það rétt að forstjóri stærsta fyrirtækisins, hann ráði vegferð sveitarfélagsins en ekki kjörin bæjarstjórn?
þannig að íbúum finnst kannski eins og því standi í þakkarskuld við eitthvað stór fyrirtæki í nærsamfélaginu og auðvitað bara staða sveitarfélagana misjöfn en kannski hafa sveitarfélagin ekki alltaf burði til þess að fara í allavega uppbyggingu sem þau myndu vilja fara í og þá auðvitað kannski eru einhver svona fyrirtæki sem sjá fyrir sér að geta stíið þarna inn og fá, þetta oft snúið kannski svona minni sveitarfélögum en ég held að svona stóra spurningin sé mitt bara hvernig sveitarfélög geti í rauninni farið allavega uppbyggingu sem þeir vilja fara í af því að tekju möguleikarnir eru ekki beint en ef kæmi sko aðstöðugjöld en við getum í rauninni sveitarfélögum við getum ekki ákveðið í bæjarstjórn eða borgarstjórn að við viljum leggja á einhverja nýja svona gjaldtöku og þarf alltaf að fara í gegnum þingið og þar hefur verið gefið út að það verði ekki farið inn eina breytingar hvað varðar skatta en mér finnst alltaf bara mjög athyglisvert að ræða möguleika sveitarfélaga til þess að afla sér tekna. Erum við ekki sammála að það er margt að í samfélaginu og samfélag er bara vanfjármagna þannig að það þarf að sækja peninga. Það getur máli fyrir sveitarfélagin að hafa sjálfstæða tekjustofna. Já, svo það, það þarf að styrkja tekjustofna sveitarfélaga. Við höfum talað gistináttagjaldi til dæmis langa lengi að það renni til sveitarfélagana. Við höfum líka rætt að að kolefnisgjaldið sem náttúrulega bara verið að fasa út núna, koma ný gjöld, að það hefur til dæmis ekki runnið til sveitarfélaga, samt náttúrulega mesta umferðin á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju má ekki skoða það? Við höfum auðvitað að tala fjármagnstekjur, að skattur renni þá líka til sveitarfélagana. Þannig að og síðasta ríkisstjórn var að skoða það. Þannig að það væri óskandi að núverandi ríkisstjórn myndi fara og þá framkvæma það sem við erum alltaf að tala Svo alltaf þessi málaflokkar og þessi eilífa tókstrita ríkis og sveitarfélaga að það fylgir ekki nægilega mikið fjármagn með þegar Alþingi ákveður og setur lög að sveitarfélaginu að gera eitthvað. Og nú er ég búin að vera nokkuð lengi í þessu og mér finnst ennþá vanta upp á þetta samtal. Að til dæmis í Danmörku þá það er ekki nema með samþykki sveitarfélagina að þau eru að gera stóra breytingar sem að varða þau beint. Sveitarfélögin hafa í rauninni vetorétt. Þau geta sagt, nei, við viljum þetta ekki það eru útfæra þetta betur og þá getur þingið ekki farið í gegn með einhverjar breytingar sem að sannarlega varða kommununar. Og mér finnst alveg það með að vera einhvers konar vendill, fyrir okkur og eitthvað svona vinnulag í þessu samtali, af því að við erum náttúrulega bara framkvæmdavaldshafar hér og eigum að gera það sem löggjafinn segir okkur að gera. En það sem ég kannski finn líka í umræðinu núna og sérstaklega það sem að kannski er orðin svona meiri pólusring á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að við erum með orðin svona vinstri meirhluta í borginni og svo er þetta svona mjög langt til hægri, allavega í Kópavogi og við vitum alveg hvernig Hafnarfjörður, Mosfellsbær eða allavega Hafnarfjörður, Garðabær og Kópavogur er. Og Kópavogur hefur færist talsvert meira til hægri og það er alltaf verið að tala þetta að lækka fasteignaskatta og lækka skatta og lækka álögur en á sama tíma þá eru gjaldskrárnar í botni og og til dæmis bara eins og með leikskólagjöldin og fleira þar sem að hækka nánast helming á þessu kjörtímabili með þessa þó hægri flokka gjaldskráin til dæmis bara skipulagsmál sem hefur þetta áhrif á húsnæðisverð og bara heilt yfir alla húsnæðisuppbyggingu þau eru búin að fjölga liðum í gjaldskráni ég manna ekki 20 eða 30 þannig að það er alveg og ég veit að verktakarnir þurft ekki að greiða beint fyrir áður? Nei, það þarf að greiða fyrir núna, miklu meiri þannig sem að við vitum að það mun fara inn í húsnæðisverðið og svo er náttúrulega líka bara þessi stefna að bjóða upp alla lóðir til hagsbjóðanda sem hefur auðvitað líka áhrif á þá íbúa sem að hafa möguleika á að flytja í þessi hverfi og þessa reiti sem er verið að hvort sem það eru Vassenda hvarfið sem er að brjóta nýtt land eða þéttingareitina. Og hverju æfin og enda að greiða þetta tilbaka? Já, en sumir líta... húsnæðislán eða leigu? Já, þegar þetta fer svona gegnum þennan lið. Ég er nú búin að heyra í fjölmörgum sem að fengu þarna lóðir og þeir segja þetta verður ekki fyrir hvern sem er að flytja þarna í þessi hús og svo finnst mér áhugaverðast núna þegar að kom ljóstunni bæjarráði bara í síðustu viku að í úthlutuninni núna í síðasta áfanga þá sóttu svo fáur einbýlishúslóðirnar. Þær fóru ekkert út. En þá spyr maður sig. Er það nýtt alveg? Já, það er alveg nýtt
og þær fóru ekki út, þær lóðir, en þá spyr maður sér líka sko vegna þess að nú búið að vera undanfarin ár eins og ég og Líf, við erum náttúrulega búin að vera alltaf lengi í þessu. Við erum bara að horfa upp á það að hérna það búið að vera að reyna að mynda einhverja svona húsnæðisskýrslur fyrir sveitarfélögin sem að taka svona stöðuna, greina þörfina, hvað eru biðlistar, þú veist, hvernig íbúar, hverju vantar húsnæði, hvernig eigum að gera þetta. Og hérna, svo kemur skýrslan, en svo þegar kemur að úthlutun, loksins þegar eitthvað tækifæri, þá er ekki horft á þetta. Þú veist, þó séu sagt að sko að 30% íbúa og Kópavogsbúa þurfa einhvers konar ívilnanir, þurfa húsnæði góðverði, en það er ekki horft á, það er bara boðið upp til hæstbjóðanda. Og hérna, og svo, þú veist, er eitthvað svona átaka vegu ríkisins sem svo síðasta kjörtíðanbili, þar sem að innviðaráðandi fór í gerði eitthvað rammasamningu sambandið, Kópavogur er ekki horft á þetta. Þannig að þú veist, þetta við þurfum, finnst mér finnst einhvern veginn húsnæðismáli, ég veit ekki hvort að núna er bara tæft ári kosningar til sveitarstjórna. En sko, öll þessi máli svo bæði leikskólamálin, þessar gjaldskrár hækkanir allar, húsnæðismálin og þessi stefna, þú veist, ætlum við að halda áfram að gera þetta með þessum hætti, verður bara hérna þessi hluti í kraganum, Garðabær, Kópavogur, Hafnarfjörður. Er þetta bara fólk fyrir ákveðin hóp sem að getur keypt sér húsnæði sem að kannski það er komið upp í 12-1300.000 fermetrinn, bara í fjölbýli. Þú veist, ætlum við bara að halda áfram þarna, en svo er borgin sem mér finnst að hafa staðið sér vel í að hérna tryggja þú allan þessum hluta og horfa á greiningar og tryggja þessum hluta. Nú er hérna viðskiptaráð búin að vera að gagnrýna þetta og Dagur hefur svarað vel tilbaka. Ég fylgst mjög vel með þessar umræðu vegna þess að þú veist, við þurfum að taka þessa umræðu. Við þurfum að ræða ætla þessi stóru sveitarfélög eins og Kópavogur algjörlega sitja hjá og varpa allir ábyrgð yfir Reykjavík. Algjörlega sammála þessu og Kópavogur er næst stærsta sveitarfélög á landinu og hérna þegar við horfum til dæmis á úthlutun stofnframlaga þá stendur Kópavogur sér bara gríðarlega illa með við fjöldan og hérna húsnæði sem þarf að byggja. Mosfellsbær stendur sér bara mun betur og miklu smærra sveitarfélag. Reykjavík stendur sér allra best og maður velti fyrir sig, ég hugsa alltaf, ok, hægrimenn eru og verða hægrimenn og þeir, þú veist, ég menna, núna var Einar eitthvað að daðra við það að hérna lækka skatta á íbúðir, fasteignaskatta. 2 milljarðar á ári. Já. Og hann segir, hérna, til þess að rökstyðja það, þá segir hann, já, það skapaðist svigrúm. En ég meina hægrimenn, ef þú ert alvöru hægrimaður og ert til í að lækka skatta, að þá getur þú lækka skatta allt árið, skilurðu, eða, þú veist, allt kjörtímabilið. Þá skiptir það einhver máli hvort þú skila afgangið eða ekki, þá viltu bara lækka skatta. Og þá þarf að koma inn tekjur hérna, til sveitarfélagsins. Og hvað gera þau þá? Jú, þeir hækka gjaldskrár. Þannig að til dæmis eins og bara grunnþjónusta eins og leikskólinn. Þá allt í hennu, þeir sem að þurfa á leikskólanum að halda, þá eru þeir allt í hennu bara, sem eru oftast bara fjölskyldur, sem eru ungar fjölskyldur. Þeir borga sem nota. Já, ég veit það. Og mér finnst þetta ekki, þetta skapar ekki jöfnuð í samfélaginu. Þetta skekkir bara Hægrimenn stefna ekki að jöfnuð. Ég veit að bara þetta til dæmis eins og þau reyndu núna bara fyrir einhverjum vikum síðan að hækka sumarnámskeið og að smíða kofa sko 100%, þú veist, þannig að þetta er alveg rétt sem að Líf er að segja, þú veist, þetta er einhvern veginn umræðum að lækka skatta en svo hækkaði gjaldskrárnar í botn. En með fasteignagjöld, ég myndi vilja skoða sko ekki flata lækkun á alla sem að eiga íbúð eða hafa keypt íbúð, heldur skoða þetta meira út frá þeim sem eru sko nýbúin að kaupa sér íbúð, að létta kannski undir með þeim, en svo er þetta allt önnur staða ef þú átt bara íbúðina skuldlaust, það eru þetta önnur staða en kannski ung fjölskylda sem er nýbúin að kaupa íbúð og er einhvern veginn að ströggla við að greiða húsnæðislánum, en eins og ég segi þá það ekki eitthvað sem að sveitarfélögin geta ákveðið hvernig við nákvæmlega útfærum þetta því við erum ekkert með upplýsingar bara eitthvað, já, þessi nýbúin að kaupa, þessi á, þú veist, 10% í eigninni sinni, þessi á hana skuldlaust, en í allri svona umræðu í rauninni flata skattalækkun að þá finnst mér að við ættum að fara lengra og ræða bara, ok, viljum við kannski létta á byrðinni sem að ákveðnir hópar finna fyrir, eða ætti þetta að vera bara flöt skattalækkun á alla og mér finnst það líka með eins og hérna skattlagning á atvinnuhúsnæði hjá sveitarfélögum, þú veist, maður vill auðvitað taka tillit til þeirra fyrirtækja sem eru lítil og eiga bara í erfiðleikum með að kannski hérna sinna rekstrinum, en það er kannski eðlilegt að skoða með þessi stærri fyrirtæki er einhver leið sem við getum komið inn þar, en það er ekki einmitt eitthvað sem sveitarfélögin geta ákveða að hafa eitthvað þrepaskipta skattlagningu eða eitthvað þannig, en
mér finnst það áhugaverð samræða við ríkið. Þá eru þið líka sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu vera svolítið saman, sko, því að ef við værum með fyrirtæki í Reykjavík og þá kemur allt í einu, sko, lægri fasteignagjöld annars staðar. Þetta hefur nú einhver liti verið svona. Þetta ekki eins alls staðar. Nei, hvernig þetta í Kópavogi? Fasteignagjöldin, það eru til dæmis ekki úrgangsgjöldin reiknuð inn í fasteignagjöldin hjá ykkur. Já. Er það þannig? Já. Ok. Fasteignagjöld eru vondur skattur. Hann leggst á bara virði húsnæðisins án tillit til þess hvort að þú eigir mikið í því eða ekki. Þannig að sá sem á eigið fé bara upp á 10%, hann náttúrulega borgaður umverulega miklu hægri skatta af sinni eign heldur en sá sem á þetta skuldlaust. Svo líka við höfum bara verið að reka hérna eignarstefnu á húsnæðismarkaði langa lengi. Þannig að það var ekkert, ég man eftir því ég kaupi mitt húsnæði, fyrsta húsnæði árið 2000. Þá er ég 26 ára gömul og er að fæða mitt fyrsta barn og hugsa, já, nú þarftu að festa ráð þitt líf og það var ekkert, það voru engin tækifæri fyrir mig, ég hef búin að vera lengi á leigumarkaði, það var mikið óöryggi og ég hugsaði þetta er eina öryggi sem ég get boðið barninu mínu upp á. Og fyrir bara mikla mildi að þá var Jóhanna Sigurðardóttir þá búin að leyfa þessi 90% lán. Þannig að ég kaupi húsnæði og kannski svona eftir á að hyggja hafði ég ekkert endilega efna á því vegna sem ég var bara í 3 vinnum og ég var í háskólanámi og ég var með lítið barn og þetta var íþyngjandi, sko. Og staðan hjá ungu fólki í dag er svo að þau þurfa að eiga sko marga milljónir til þess að greiða út eða þau ætla að eignast sitt húsnæði. Og svo erum við samt með óstöðugan leigumarkað þar sem að já, ég ætla líka bara að nefna varðandi atvinnuhúsnæði og Laugavegi. Það er engin tilviljun að kaupmenn er að fara. Það vegna þess að leigan er íþyngjandi. Það er dýrt að leigja. Og þannig að við þurfum líka að vel vandlega hugsuðu máli ef að við ætlum að lækka á atvinnuhúsnæði, skatta og atvinnuhúsnæði. Þá verður þeirra að vera einhvern veginn þannig að þessi tryggt að leigusalar eru ekki bara sko með einhverju okurleigu. Skilur að það skili sér einhvern veginn út í samfélagið til hagsbóta fyrir okkur sem að verslum við kaupmanninn. Kaupmanninn sem hefur sitt lífsviði væri að því að selja eitthvað eða veita þjónustu eða hvað það er. Þannig að hvernig getum við tryggt þetta? Það er líka svolítið kallikur sem við allan höldum á hér að þegar við tökum einhverja ákvarðanir sem eru ívilnandi eða skiluru, þá verður það að skila sér til samfélagsins í einhverju formi. Ég var að benda á þetta hvað þetta var ósækjart skatt þetta því að Sanna var að segja að það verður að horfa á það til dæmis að þú borgar ekki fasteigngjöld kannski fyrstu 5 árin og svona ívilnanir vegna þess að þessi skattur er ósanngjarn og ég meina í velferðarkerfi þá er skattlagning á einstaklinga oft þannig að þú borgar meira þegar þú ert orðin skuldlaus og þú ert með minni framfærslubyrði þegar börnin eru komin að heiman og það er eitthvað leyti flutt ívilnanir til þeirra sem að koma eins og þú varst 26 ára með mikla framfærslu, kemur kannski skuldlu námi og átt ekki peninga inn á húsnæðismarkað. Þetta er bara hluti af eðlilegu heilbrigðu velferðarkerfi að flytja fé frá þeim sem eru betursettir til þeirra sem að þurfa stuðning og þetta er bara fjárfesting í samfélaginu að barnafjölskyldunar sé ekki í 3 vinnum með linnulausa afkomu kvíða. Við viljum að börnin okkar alist upp í þokkalega öryggi. En þessi svona hugsun bara dó einhvers staðar. Sko. Að núna er allt í nú verið að tala um þessi svo ósanngjarnt ef að allir borgi ekki bara sama fasteignagjöldin án tillit til hvað það skulda mikið. Líka þessi umræða mitt, þú veist, viðskiptaráð er að gera glæpsamlegt að við sem að byggja húsnæði bara fyrir fólk. Óhagnadrifið og þetta er sett einmitt þannig fram að þetta sé eitthvað svona já, nú er þessi hópur sem að færi eitthvað meira en aðrir hópar, þetta er svo fáránlegt hvað við erum komin á þetta stig að það þykir bara eðlilegt að setja fram svona röksemdafærslu í gæsulöppum því þetta er náttúrulega engin rök að það sé eitthvað svona óeðlilegt að hið opinbera sinni skildu og fara einhvern veginn að starfa með þeim sem eru að byggja og bjóða upp á óhagnadrifið húsnæði þannig að ég er bara mjög ánægð með þau skref sem við erum að taka núna í
samstarfinu í Reykjavíkurborg og bara vona að við getum tekið, nógu stór skref þannig að við getum fest eitthvað í sessi og það er bara athyglisvert að sjá hvað kemur út úr vinnunni þar sem að verkalýðsfélögin að skoða hvort það sé hægt að fá aðkomu lífeyrissjóðanna með einhverjum hætti og ég held að það sé alveg eitthvað sem að við ættum að vera opin fyrir og bara tryggja að við séum með að bjóða upp á meira óhagnaðardrifið húsnæði og við ættum kannski að fara að snúa orðræðinu við og tala hvað skrítið að vera með hagnaðardrifið húsnæði. Af hverju eru að hagnast á frumþörf mannsins til að útvega sér skjól? Svo vil ég bara Reykjavík byggja sjálf, sko. Stígi inn á þennan markað og Byggingafélag Reykjavíkur. Já. En við varðandi tekjurnar að ég myndi vilja sjá sveitarfélögin koma saminuð á móti í ríkinu og bara vilja fá tekjur. Nú er verið að tala um veiðigjöld og minnst allir að sveitarfélögin segja að við erum að fá helminginn af þeim allavega. Sérstaklega kannski sveitarfélög sem að hafa orðið fyrir barðinu á kvótakerfinu og mist frá sér kvóta í einhverju braski, í einhverju einkaaðila. Ég man eins og var ég í SA að þá var ég að fá sveitarfélögin til þess að koma saman það að gera kröfu að fá áfengisgjaldið með þeim rökum að ríkið að selja þetta eitur og það veldur gríðarlegum skaða út í samfélaginu meðal annars félagslegu vanda og á hverju lendir félagslegi vandinn. Hann lendir á sveitarfélögunum. Á hverju fáum við ekki bara 30% af áfengisgjaldinu? Mér finnst að skipta máli að sveitarfélögin hafi svona sjálfstæða tekjustofna en sé ekki í einhverjum svona samningum aldraða eða öryrkja að fá einhverja svona ótilgreinda upphæð frá ríkinu sem er hálfgerð svona ölmus einhvern veginn. Það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur að sveitarfélögin séu í alvörunni sjálfstæð með sjálfstæða tekjustofna. Ég get tekið undir þetta og ég segi líka sko ég er engin sérstök skattpíningakona. Ég meina auðvitað lækka ég skatta ef að tilefni til. Af því að skattar eru auðvitað leggjast á okkur öll eftir hlutfalli hvað við þénum. Og ég meina ef við lækkum skatta á bara stúdenta og einstæðinga og eitthvað svona þá er það náttúrulega gott fyrir þá, ég er ekki að segja það sko en við þurfum alltaf að horfa á þetta í einhverju heildrænu samhengi hverju sinni hvar það á að býta og það er pólitík og þá segja ég það er pólitík hvernig við leggjum skatta á og hvenar við gerum það og hvað við gerum við peningana og hvað við gerum við peningana vegna þess að þetta eru sameiginlegir sjóðir og þá eru við til dæmis með eitthvað að skýra sínum í hvernig við hefum að verja okkar sameiginlegu sjóðum og það er bara uppbygging í skólakerfinu, það er uppbygging í heilbrigðisþjónustu við íbúa og svo framvegis. Ég meina ég held að við getum verið sammála um það hvað við þurfum að verja í samfélaginu. En ég ætla að segja að ég er engin sérstök skattpíningakona en ég myndi gjarnan vilja fá styrkari tekjustofna til sveitarfélagana. Og mér finnst bara dæmi sem að þú nefnir mjög bara mjög góð og kannski við bara verðum með álítun í borgar. Það er allavega búið að stíga einhver skref núna með þessar ríkisstjórn sem við gerðum strax. Það er sem börn með fjölþættan vanda. Það var leyst, já. Það var leyst, já. Og svo líka að hluti sveitarfélaga uppbyggingu hjúkrunarheimila. Akkurat. Þannig að það er búið að taka einhver skref í þá átt að sveitarfélögin í þágu þeirra. En svo finnst mér líka að við má halda ögn áfram með þessi húsnæðismála því að mér finnst við vera í svo mikilli kreppu með það er fór af stað mjög skýr stefna varandi þéttingastefna með svona góðum samgöngum og átt að búa til svona lýðheilsu samfélag þar sem er að koma fólki svolítið svona á hreyfingu upp úr jörðinni en svo gerist það líka sérstaklega allavega í Kópavogi því nú er fyrsti hluti borgarlínu til dæmis í Kópavoginum og þar er þessir þéttingareitir eins og á Fannborgarreitnum og út á Kársnesi en þá fer það svona milli fjárfesta og endar á því að verða alveg óbúslega dýr þannig að menn eins og í Fannborginni menn lenda bara einhvern veginn í einhverju slæmu ástandi þannig séð og þurfa að breyta þessu húsnæði í svona lúxusíbúðir, þú veist, með svona gólsviðum gluggum, þetta tekur einhvern smá breytingum, þessi reitir, það verður að fækka íbúðunum, það verður að gera það stærri, gera meira svona lúxus eins og út á Kársnesi, þá voru svona líka stærri geymslur fyrir þessa, böggibíla eða hvað þetta er, sko, þú veist, en á sama tíma erum við að vinna með þessa hugmyndafræði borgarlínu og blanda byggð og fá fjölbreytileikan fyrir alls konar hóp. Og það þarf að taka mið af því að einhver prósenta er með ólíka tekjur og en sko mér finnst það, ég upplifið það núna allavega ég horfið það í Kópavoginum og mögulega líka bara í stærra samhengi að mér finnst við vera svolítið að keyra út í skurð með að fara af stað með borgarlínu en við erum ekki að styðja við það í skipulagi. Já, það er sveitarfélagsins. Já, sveitarfélagsins sko. Þannig að ykkar sko.
Já, það er það, en sko, þannig að það er svona, mér finnst þetta þessi stefna að vera pínu svona leiðtogalaus. Já, mér finnst vond að heyra þetta. Já, þetta er leiðtogalaus stefna sem að, þú veist, þetta er bara svona dinglar áfram. Jú, það er búið að bjóða að brúna út, þú veist, það er svona eitthvað aðeins að gerast, en uppbyggingin einhvern veginn svona hefur breyst, þetta er bara eins og í Fannborginni, það er búið að fækka þetta 10 íbúða, gera það stórar, en þú veist, hvaða skilaboð eru það upp á vatnsendareitnum hjá okkur, að það lóðurna fari ekki svona út undir sérbíli. Það þarf að vera náttúrulega heildarsýn til lengri tíma, eitthvað svona plan sem að gengur upp til lengri tíma. Já, en hún er að fjara út. En þetta er samkomulag sem að við gerum öll sveitafélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu varðandi uppbyggingu á þéttum ásum við borgarlínu. Já. Og það á að vera fjölbreytt húsnæði, helst þannig að þú getur komist til og frá á þess að eiga bíl. Það er líka mikið frelsi fólki í því að þurfa ekki að reka og eiga bíl. Og það var stór hópur sem vill það. Það er líka frelsi að eiga bíl og geta keyrt í vinnuna, segja sumir. Eða hafa aðgengi að bíl, það er líka ákveðið. Það þarf að vera option. Það þarf að vera þessi valmöguleiki og með borgarlínu erum við að auka þetta valfrelsi fólks. Þeirra sem að vilja eiga bíl komast ekki af án þess að eiga bíl og þeirra sem að þurfi ekki eða vilja ekki eiga bíl. Við sjáum og lítið þessari borgarlínu nema bara einhverja rosalega byggingar hérna, við erum í Bólholtinu, það er verið að byggja út allt. Já, en samgöngusáttmálinn snýst ekki bara borgarlínu, hann snýst líka stoppvegi, hann snýst hjólastíga, þú veist, hann er miklu stærri en bara eitthvað þetta borgarlínan, sem að eru náttúrulega bara, sko, sérvagnar á séragreinum. Sem að fara hratt og örugglega á milli staða og hann kemur 10-12. Ég hef mestar ágjör á uppbyggingu húsnæðis í kynningum þessa hugmyndafræði. Og líka með sko þéttingu, það er víða þetta þétta og mjög mikilvægt að þú sért að byggja þannig og sért nálagt bara með alla helstu verslun og þjónustu í nær umhverfinu, það er mjög mikilvægt, en á sama tíma þá með eigum við, þú veist, það þarf að útfæra þetta vel, bara gæði hins byggða að þetta sé ekki óþétt, hvað varða bara sólarljós og aðgengja grænum svæðum og það að maður sé kannski ekki að kynnast nágrænum sínum, þú veist, þetta er orðið svo rosa þétt stundum að maður spyr sig, sko, þurfum við aðeins að endurskoða eða aðeins að taka stærri heildarsýn á hlutum í framtíðinni. Við skulum þess að taka bara... Það bentu á uppbyggingun á Heklureitnum sem dæmi gerðum að þarna væri eiginlega stéttaskipting fest inn í sessi í húsnæðisbyggingu. Í húsinu, já. Af því að þeir sem að byggja á efstu hæðinni hefur náttúrulega frábært útsinni og svo kannski tvær neðstu og síðan verður alltaf verra og verra. Og það var ekki bara út á ljósi, þetta er líka út á hávaðanum af því að sko byggðin er mjög nálagt götu. Og það er kannið þú þetta, það er bara arkitektar og skipulagsfræðingar eru byrjað að tala gegn þessari stefnu, þetta er þessi bara heilsuspillandi húsnæði út af hávaða og ljósleysi, en við séum bara í alvarlegri einhverju keyra út í skurð. Svo erum við samt í Vesturbænum og við erum með Verkó sem stendur náttúrulega bara við Hringbraut, skiljiði, og við erum með mjög fjölbreytt húsnæði í Vesturbænum og það eru oft mjög þétt, ég meina tökum líka bara miðbæ. Það er ekki ástæðan að endurtaka mistök. Ég man eftir að maður sem bjó í Miklubrautina var að óska eftir því að hann yrði sko gerður heyrnarlaus af því að hann var að vera geðveikur á hávaðanum. Það var áður en að þrefaldaglerið kom. En ég get ekki endurtekið sömu mistökin, sko. Nei, ég er algjörlega sammála um það. Það snýst að þú getur ekki opna glugga í húsnæðinu svo fyrir því. Já, við þurfum að liggja yfir þessu og gera hlutina fallega en líka þannig að þið kosti ekki hvítun úr augunum á okkur, sko. Og það fer algjörlega vel saman, sko, en við erum samt líka búin að gleyma því hvernig við byggðum eins og gamla miðbæinn okkar, eða þú veist gamla miðbæinn, annars að segja eitthvað nýr miðbæinn, jú, já, er ekki Skeifa nýji miðbæinn okkar, nei, ég segi svona, en miðborgin er til dæmis ótrúlega þétt, bara mjög þétt, ég meina þú ert í litlu krútlegu húsi og ég meina þú sér bara inn gluggan til næsta manns, það er líka þéttleiki, sko. En við einhvern veginn sættum okkur betur við þann þéttleika heldur en á nýbyggingarreitum. Já, það gerum við líka. Það er búið að þétta það líka, búið að byggja á öllum baklóðunum á Njálsgötu og Grettisgötu, það er búið að þétta miðbæ enn frekar. Já, ég veit. En mér finnst ekki kannski ég varpaði þessu fram en mér finnst þið vera svolítið svona á einhverju stíi þar sem að þarf einhvern veginn að grípa inn í með einhverju meiri festu ákveðna framtíðarsýn og og ég bind mikla vonir við það, ég veit að það er húsnæðishópur starfandi á vegum þessar ríkisstjórnar fór að staða strax held ég þegar að
þessi ríkisstjórn tók við og ég vona það. Þið ekki frétti, Theodóra, það er búið að vera húsnæðishópar á vegum húsnæðisráðherra sem elstu menn muna. Já, en það er aðrir Ragnar Þór og Dagur B. Það eru öðruvísi valdhafar núna í gangi. Þannig að ég ætla allavega að vera vongóð það en sko við verðum líka alveg að viðurkenna það eftir að Dagur fór úr borginni að þá hefur þetta svolítið allavega það hefur ekki, ég finn ekki mjög skýra sýn á höfuðborgarsvæðinu lengur, menn þetta var náttúrulega haldið á þessu á vegum SSH. Núna hafa menn eins og Almar í Garðabæ, bæjarstjórinn og bæjarstjórinn í Kópavogi talaði það að þegar allir sér til dæmis Kópavogsbær ætlar að fara upp í Gunnarshólma með eldri borgarana. Sem er vatnsverndarsvæði? Já, sem er vatnsverndarsvæði. Þú veist, það er svona, það nú að fara að auka, nú að fara að opna á þetta þessi vaxtamörk. Gott að vel að gera það og skoða að gera það en ekki út frá einhverjum svona sérhagsmunum eins og með Gunnarshólma. En sko, þarna er svona aðeins að slitna út úr þessu einhver ákveðni hugmyndafræði en mér finnst vanta einhverja þá þurfa að fara einhverja nýja stefnumótun. Getum við ekki snúið þessu við? Við erum með cirka 35%, 40% sem á að vera við uppfærið með húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar og það er bara fest skýrt í sessi að 35% að minnstakosti af nýjum íbúðum með að vera óhagnaðardrifið á félagslegum forsendum. Og þar inni er cirka 5% félagslegt. Er ekki bara þetta að snúið þessu við og tala að hagnaðardrifið megi ekki vera meira en 30-35%? Ég meina maður ekki bara snúið þessu við. Af hverju erum við hagnaðardrifið húsnæði? Það er svo erfitt í sveitarfélögunum í kring borgina. Einu vandamál sem að fæst eiginlega aldrei til umræðu. Það er að við erum með á höfuðborgarsvæðinu sem er bara einn bær. Það er þetta með Hafnarfjörð, Garðabæ, Kópavog, Seltjarnarnes, Reykjavík, Mosfellsbæ. Er þetta ekki tóm vitleysa? Ég veit að kannski þið sem eru í bæjarstjórnum og borgarstjórnum vilja hafa þetta svona. En ef við myndum spyrja almenning hérna sem býr hérna á þessu svæði, haldið þau vilja hafa þetta svona? Nei, og þetta er mitt hjartansmál. Ég hef alltaf talað um það að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þau eru allt og mörg og auðvitað á þetta að vera 1 eða 2 mögulega sveitarfélög vegna þess að koma auðstundum upp svona vitleysismál eins og núna þegar að Garðabær leggur á stað með það að ætla að setja hringrásargarði iðnaðarhverfi upp í efri byggð Kópavogs, þar sem hesthúsin eru og þar sem útivistarsvæðin okkar eru og vatnið og allt það. Guðmundarlund og þar? Já, þarna rétt, þar fyrir neðan. Og þar ætlaði að setja iðnaðarhverfi og þeir eru komnir á stað með það inn í svæðisskipulagsnefndina. Það sem á núna að fara að gera einhverja vinnslutillögu það. Ef að sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu, ef þetta væri eitt sveitarfélag, þá myndi þetta eina sveitarfélag aldrei ákveða það að setja iðnaðarhverfi þarna. Nei. Líka undirbúa Álfsnesið sem grænan iðnaðargarð og fleira okkur ekki við þetta samtal sko. Ég veit það þarf einhvern veginn að skoða þetta meira og betra og starra samhengi. Þetta væri svo kjöri fyrir séreign, bara fyrir íbúðarhúsnæði. Þá að skoða náttúrulega eftir þarfagreiningu vegna þess að mér finnst við að það skortir alltaf einhvern veginn allavega í Kópavogi og í Garðabæ. Ég veit hvað þeir eru að gera í Reykjavík, við horfum oft til þess. Það þýðir ekkert að tala um það í Kópavogi. Þú veist, það þarf náttúrulega að fara í einhverja þarfagreiningu hvers konar húsnæði við eigum að byggja og til dæmis bara eins og fyrir ungt fólk ég held það eins og í Kópavoginum það verður verulegu vandi að fá ungt fólk í Kópavogin eftir nokkur ár. En núna er Reykvíkingar 145.000 og bara þannig ég er mikil talskona þess að við séum einmitt að halda þjónustunni í nærsamfélaginu, þannig ég myndi kannski freka vilja skoða bara hvað sveitarfélögin geta unnið meira sameiginlega einhverjum verkefnum án þess að sé endilega sameining allra sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Það eru þetta bara mikilvægast að við viljum hlutina út frá því sem að bara íbúar vilja og íbúar kalla eftir sameiningu. Það er með að gera með yfirstjórn og svo ertu bara með hverfisstjórn í Breiðholtinu og Grafarvoginum og þeir eru nú ánægðir með það ekki í að fá sína eigin stjórn. Stór Kaupmannahafnarsvæðið er yfir 1 milljón manns sem að búa þar. Það er með svo nokkrir borgarstjórar. Já, og þar eru 7 borgarstjórar. Þú ert með 1 yfirborgarstjóra og það er formaður formaður þá borgarráðs. Þá væri ég aðal borgarstjóri ef að staðan væri þannig núna. Og svo eru bara formenn sinna og það er meira þess að bara þvert á alla flokka. Þannig að þú ert ekki að mynda einhvern meirihluta heldur fyrir eftir fylgi flokksins þíns
hvað þú tekur og hvað þú velur. Já, þannig að þetta svolítið skemmtilegra, þannig að þú getur verið bara með einhvern hægri mann sem aðalborgarstjóri og svo ertu með bara gólandi vinstri mannesku þarna sem yfir skipulaginu og ruslinu og eitthvað svona. Já, enda ganga uppbygging almenningssamganga töluvert betur þar en hér. Já. En ættum við ekki að vera að ræða einhvern veginn hvers konar form þetta verða á þessu því að þetta form sem núna eiginlega glatað. Já, það vantar dálítið kannski þriðja valmöguleikan, líta aðeins til Norðurland og sjá hvernig þau eru að gera þetta, ekki bara eitthvað ekki sameining, sveitafélög, ríki, þú veist, vantar ekki eitthvað þriðja stíð eða millistíð eða eitthvað svona. Ég stakk nú upp á því daginn að við myndum kannski sameinast Mós og Seltjarnarnesi, það var allt brjála í báðum sveitafélögum. Að við myndum fara að skoða þessar sameiningar. Ég held að sé gott að taka allan þau skref að styrkja þá SSH, samtök sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu og fara í meira eins og bara með húsnæðismálin og auðvitað hefur borgarlínuverkefni verið þar inni eða uppbygging almenningssamgangna en bara með húsnæðismálin, með félagsþjónustuna og miklu fleira sem við getum gert betur með því að styrkja það stig og í áttina að einhvers konar sameiningu. En svo erum við með eins og Strætó og Sorpu sem svona samvinnuverkefni. Já. Og ég kíki stundum á stjórnirnar í þessu. Og þetta bara meira og minna í höndunum á sjálfstæðismönnum og framsóknarmönnum. Og þannig að styrkur Reykjavíkurborgar kemur ekki fram með að þeir eiga líklega það stóra hluti í þessu með að við bara íbúafjölda og framlag. En þeir eiga bara yfirleitt einn stjórnarmannin í þessu og maður hugsa að þetta er eitthvað svona valdaframsal til þessara furðulegu sveitafélaga þarna í kring þar sem að eru flóttafólk frá Reykjavík, efnað fólk sem að vill búa einhvers staðar og ekki bera félagslega ábyrgð í sínu samfélagi og hafa bara lágt útsvar eins og ég meina Seltjarnarnes hefur byggst upp þannig og Grafarvogur byggðist upp þannig. Það er bara fólk sem að þetta er í Bandaríkjunum þetta út allt, þess að fólk sem að flýr svona inner city svona félagslega þjónustu freka og býr í einhverjum útkverfum stundum það vaktað, einhvern veginn að tala að gera það líka við Arnarnesið, það setja bara hlið á Arnarnesið. Já, það er óskuvið ekki mann eftir. Já, en það minnst óeðlilegt að fulltrúar svona sveitafélaga séu kannski með meiri hlutan í Sorpu eða Strætó. Sko, mér finnst alltaf best að vinna í einhverju samtali við fólk. Þessi tvö félög sem að þú nefnir núna, Strætó og Sorpa, þetta eru BS-félög, þetta eru byggðasamlagsfélög. Og það er bara þá einn fulltrúi frá hverju sveitafélagi. En það er náttúrulega loka ákvörðun sem oft er tekin, hún náttúrulega kemur fyrir borgarstjórn eða hún kemur fyrir sveitastjórnir. Eigendavettvanginn. Og eigendavettvanginn. Þannig að þú veist, þetta fyrir gegnum marga kanala. En hafi ekki allir neitunum allt ef að Seltjarnarnes vill þetta ekki? Jú, sjálfsögðu. Þetta er öryggisráðið. Já, en við getum til dæmis, svo ég nefni það bara eins og á vettvangi Strætó, við getum sagt, við viljum auka tíðin okkar hérna í Reykjavík og þessum leiðum og þá gerum við það bara. Alveg óháð hvað stjórninni finnst eða hvort að hins sveitafélögin komi með. Þá er það bara okkar útgjöld, af því að við erum búin að þarfa að greina það þannig. Og þetta er eiginlega vettvangur þar sem að eitthvað skonar samtal fyrir fram, ákvarðanir eru teknar og það er oftast konsensus að þetta er til hagsbóta fyrir íbúana, skiljiði. Það er mjög, ég ætla líka að nefna það að Reykjavíkurborg er ein í því að hirða ruslið. Öll hinn sveitafélögin hafa útvistæði. Við erum með sorphirðuna hjá okkur. Það eru 2 sveitafélög á landinu öllu sem gera þetta. Það eru við og svo Rangár, Þing, Eystri eða Innri, ég man það ekki, það var annarkvort þetta. Þannig að það eru allir að útvista hirðunni á landinu og maður spyr sig af hverju. Þá hugsa ég líka, getum við til dæmis að því að þetta er okkar vettvangur. Ég hef stungið upp á það því ég hef nú verið formaður stjórnar hana. Af hverju eru við ekki til dæmis að Sorpa sé bara félagi eigu allra sveitafélagana hérna á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel kannski á suðvesturhorninu þar sem 83% alls úrgangs fellur til. Af hverju eru við ekki bara að sameinast miklu meira verkefnin og hafa þau hjá okkur?
og við stjórnum því að þú veist í gegnum þetta félag. Strætó er búin að útvista stóru hluta af akstrinum. Það er bara einhver einkafyrirtæki sem er að keyra. Já, ég held að það sé 50%. Þegar maður heilsar strætóbílstjóranum þá maður heilsa einhverju starfsmanni í einhverju kynnisfélag, hagvagna. Sem er bara ekki svipað á ræstingafélögin. Þetta er bara, þetta er svona eitthvað svona bara út. Þú getur grætt á þessu svona auðvitað. Þetta er eiginlega starfsmannarleigu fyrirtæki. Ég kannski okkur greinir pínlít á þarna varandi sorphirðuna okkur lífa því að sko, ég man ekki, það var held í 2016 þar sem við komum út ný skýrsla úrgangsstjórnum á Norðurlöndunum og þá var talað um það að til að ná hagræðingu í rekstri í sorphirðu og meðhöndlun að þá ætti að bjóða út eins mikið og hægt væri. Það var allavega einhver niðurstaða frá samkeppniseftirlitum Evrópu inni mig, það var komið ykkur sliðis. En að því að sko eftir að sorp varð afurð og það var að búið til verðmæti úr þessu að þá lítur þetta kannski ykkur öðrum lögmálum og líka út frá því ef að sko sveitarfélögin öll á höfuðborgarsvæðinu ætla að vera kannski með samráð og samsildar aðgerðir það að hvernig þeir ætli sér að útvista eða taka þessi verðmæti bara til sín og gera úr þessu eitthvað, þú veist, er það ódýrast eða er það réttast eða þú veist, þetta er eitthvað svona hugmyndafræði sem að við þurfum líka að skoða en ég veit að núna nýverið þá breyttu öll sveitafélögin örugglega ekki borgin hefði haft það þannig áður en það voru samþykktir sveitafélaga meðhöndlun úrgangs voru breytt með þeim hætti okkur ber skylda til þess að fara með allt sorp inn í sorpu. Þú veist, jafnvel þá bjóðum þá bjóðum út hirðuna, bíllinn kemur heim til þér og hirðir það, þá berði skylda að fara með það inn í sorpu og við meðhöndlu það. Ég hafði pínu efasemdir meira að segja það, þú veist, hvort að það væri rétta leiðin. En vandinn alltaf við þetta að þeir sem ætla að hagnast á sorphirðinu þeir taka bara úrgangsflokka sem eru verðmætir og skilja hitt eftir og það lendir síðan alltaf á sveitafélaginu. Þannig að ég segi, sko, af hverju erum við ekki frekar að sameinast við getum ná mikillega hagkvæmni ef við erum að reka sveitafélaginu og höfuðborgarsvæðinu hirðubílun okkar. Skilur við getum samráð tökuna miklu betur. Við getum jafnvel fjölgað, eða þú veist, aukið þjónustuna. En á meðan þá eru sveitafélaginu að útvista þessu til ólíkra aðila. En sveitafélagin bera alltaf ábyrgð á því að taka við því sem að fellur til og koma því í réttan farveg. Hvort sem að það gamall skengur eða skítableia, sko. Og líka hagræðingin alltaf tekin út einhvers staðar frá. Þú veist, þegar það verið að tala að ná fram einhverju svona hagræðingu og fara að útvista að það sé ódýrara, alltaf því það bara einhver fær minna að borga til dæmis fyrir að sinna þessu. Þannig að mér finnst að við eigum alveg að nota bara svona hugtök bara á mannamáli. Þú veist, ekki endilega útvistun og hagræðing, heldur bara við erum að fara að borga minna með því að semja við fyrirtæki sem að greiðir jafnvel lægri laun en ef við værum með fastráðna starfsmenn hjá okkur að sinni þessu og mér finnst þetta líka snúast hvað þekking til hjá sveitafélaginu. Núna á næsta borgarstjórnarfundi að þá sem sagt sjálfstæðisflokkurinn í borginni samþykkja tillögum að útvista heilbrigðiseftirlitinu. Þannig að þetta opnar á eins og Líf talar þú veist hvaða verkefni ef að þetta yrði samþykkt, hvaða verkefni verða þá eftir hjá sveitafélaginu sem eru kannski kostnaðarsöm og mikilvæg og hvaða verkefni kannski myndu þá einkaaðilar og einkafyrirtæki taka að sér til þess að geta þá hagnast og þá erum við líka komin með þetta eftirlitshlutverk frá okkur og þannig að vakna alls konar bara spurningar það einmitt, þú veist, að bæði að halda í þekkingu og reynslu og svona faglega þekkingu hjá sveitafélaginu, geta allt hana og líka bara svona tryggja þessa svona lýðræðislega aðkomu kjörinna fulltrúa að geta sagt eitthvað þjónustuna sem verið að veita og líka einmitt hagræðing og lægri rekstrakostnaðar þýðir oftast bara að það þá starfsfólk sem að greiða fyrir það með verri kjörum. Það náttúrulega að greiða fyrir, vitið það. Þetta alltaf í sorpi þegar við talum senast. Við vorum náðum í silfurverðlaun í því að vera með dýrasta matvöruverðið í heimi. Ég veit ekki hvort það Sviss eða Noregur. Sviss. Við öðru. Ég reiknaði að 7,7% dýrara í maturinn í Sviss en lágmarkslaunin eru 44% herri. Já, einmitt. Þannig að ef þú ætlar að hafa svona dýra mat þá voru það að borga góð laun. Borðaðu ekki bara súkkulaði og osta? Svisslendingarnir eru með hærri laun. Miklu hærri. Já, ég sé það. Það væri 650.000 krónur lágmarkslaunin ef við værum með það sama og í Sviss.
Þannig við ættum að senda ykkur til Sviss og aðtöku hvernig þið náðu laununum svona hátt upp. Ekki bara flytja til Sviss. Svo það líka. Herðu, það hefur verið kosið til sveitarstjórnar næsta ári og það spennandi kostingar. Alveg rétt. 16. maí. 16. maí. Það hérna sumir flokkar í smá stuði. Ég held að miðflokkurinn ætli sér að ná fulltrúum hér og þar. Samfylkingin ætlar að festa sig í sessi sem sjálfstætt afl í sveitarstjórnum. Ég held að Garðabæjarlistinn og svona ýmislegt sem að þeir hafa tekið þátt í og Ísafjarðarlistinn sé til endurskoðunar að þeir ætli og þá undir eigin nafni. Já, ég held að Viðreisn ætli sér að festa sig í sessi sem stjórnmálaafl út allt land með góðum árangri í sveitarstjórnum. Það ekki alveg sömu sögu að segja hérna hjá ykkur. Einhver geti sagt að næstu sveitarstjórnarkosningar væru úrslita stund fyrir VG ef það næði ekki að festa sig í sessi núna þá þetta bara eiginlega búið. Ekki. Ég alltaf Formaðurinn talaði mögulegt samstarf við aðra flokka. Þú nefndir það reynda líka held í dagmálum. Þú ert í vandræðum en þú ert ekki ánægð með flokkiðinn lengur. Nei. Við vorum að hugsa að bjóða fram hið sanna líf. Já. Nei, en við VG strangt tekið í aðeins betri stöðu varðandi sveitarstjórnir heldur en Viðreisn. Við erum með fleiri kjörna fulltrúa út land allt heldur en Viðreisn. En Viðreisn í uppsveiflu. En Viðreisn í uppsveiflu, vegna þess að við erum að sjá einhverja svona hægri sveiflu hérna. Og við vinstri eigum í vöku að verjast og höfum átt og þetta hefur staðið yfir í langan tíma svo sem Þetta ekki bara síðasta kjörtímabil En ykkar styrkur í Skagafirði, Múlaþingi og svona hér og þar. Þeir eru ekki með góða stöðu hérna á Suðvesturhorninu, ertu ekki bara einn? Nei, er ekki í Garðabæ og Vinstri grænum? Jú, það er sameiginlegt framboð En ég er ein á höfuðborgarsvæðinu, jú. Og við mistum okkar mann í Mosfellsbæ síðast. Síðustu kosningum, þannig að ég allavega þarf að halda þessu flaggi hátt á lofti. Þið sanna líf. Við erum svo lausna með þar. Við erum svo lausna með þar. Nafnið komið. Já, það gæti alveg orðið tölulega breytingar, þú veist. Já, verða það. Já, ég held það. Það er bara ekki Dóru Björt með ykkur, þá verða þið Bjarta sanna líf. Já, einmitt. Það er Píratar líka inn í þessu sem að mér heyri svona að vera einhverjar viðræður, að lesum það líka. Það sé einhverjar viðræður sameiginlega, svona að bjóða mögulega fram eitthvað sameiginlegt eins og búið var að gera. Það er Pírati hjá ykkur í Kópavogi? Já. Hún Sigurbjörg stendur sér alveg gríðarlega vel og það er því mikill missir af Píratum í Kópavogi ef þeir ná ekki inn Þannig að hún er bara einn sá allra duglegasti. Bæjarfulltrúin, ég veit bara fullir að hún er Egilsdóttir Já, öllu grínu gamnislega, hvað segir maður aftur öllu þá held ég að sé alveg eðlilegt að ræða bara hvernig við tryggjum félagshyggju í sem flestum sveitafélögum, í nærsamfélaginu í þessu starfi, þá erum við mjög nálagt í rauninni bara því sem að íbúar eru að upplifa á hverjum einsta degi, þetta er þessi nær þjónusta þetta eru alltaf öðruvísi á þingi, þú veist, við erum í bara stöðu samskiptum við íbúa bara mjög fjölbreytt mál og ég held sem mjög mikilvægt að tryggja félagshyggjuna innan borgarinnar, tryggja að sjálfstæðisflokkurinn komist ekki til valda og þá þurfum við bara að vera heiðarleg og opin með það hvernig er hægt að ná því fram með þessum bestum hætti, hvernig er hægt að tryggja það og þetta er bara tíminn mjög fljótur að líða og þá þarf að skipuleggja sig vel en ég held að sé alveg bara eðlilegt að fara að ræða svona gott. En við megum líka alveg vera bara hreinskilin, þetta verður auðvitað prófsteinn á okkar hreyfingu. Hvernig við bjóðum fram Er það að tala um VG eða er það að tala um víða vinstri? Vinstri græn, ég er að tala um mína hreyfingu vinstri græn og við erum alveg smá löskuð og okkur líður alveg smá illa yfir öllu því sem er undan gengið. Þið byrjuð að ræða varandi framboð? Já, mín skoðun er svo að við eigum alltaf að láta á það reyna að bjóða fram sér hér á höfuðborgarsvæðinu eða sérstaklega í Reykjavík. Við getum alveg verið síðan í einhverjum blönduðum frambúðum víða. Það er bara samtali sem á eftir eiga sér stað eða er í gangi. Það eru allir að sverma eitthvað staði fyrir einhverjum En þetta verður prófsteinn á okkar hreyfingu. Þið náðu einu mann inn í nýjustu skoðanakönnunum? Já, við höfum aldrei mist okkar mann í könnunum? Nei, ekki í könnunum. Aldrei og við erum eiginlega bara með svipa fylgi og við fengum Og Sanna heldur alltaf tveimur? Náttúrulega fylgi sem er bara 4%, það er ekki gott. Já, það er ágætisbjór.
Það er ekki pilsner. Menn steinlíkja því. Já, nei. Nei, ég segi svona að það er alltaf verið að líka eins og við pilsnerfylgið og eitthvað svona. Ég vildi nú bara vera glettin. Nei, auðvitað viljum við bæta við okkur og við eigum fullt erindi. Fólk veit hvað við stöndum fyrir. Mér finnst ég hafa staðið mig vel. Sanna getur kannski sagt af eða á það, en ég hef verið bara mjög lungið við að ná fram okkar áherslum Vinstri grænna. Þannig að Þið tóku ákvörðun að ganga inn í þennan meirihluta, eða taka þátt í að búa til, meðal annars líklega til þess að bara forða því að hér kæmi meirihluti Framsóknarflokks. Ég finn til ábyrgðar, já. Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks, Viðreisn ætlaði að vera með og Flokkur fólksins kannski. Finnst ykkur að hafa verið þessi virði að því að raunverulega munið ekki uppskera mikið á okkur 14 mánuðum? Mér finnst bara góð ákvörðun svo fyrsta sem við tókum. Ekki með þessu hugafæri. Ég er að spyrja ykkur, sko. Mér finnst bara góð ákvörðun þegar við vorum dálítið svona samhentar í byrjun eftir að meirihlutin sprakk, að bjóða fram bara ákveðna svona sýn og bara þau sem eru til í að vera með okkur í þessari vegferð. Mér finnst það hafa verið bara mjög ánægð með það. Það hefur gengið eftir svolítið sem að þið ætluðuð. Mér finnst alveg maður ná að gera, það er hægt að gera ýmislegt á skömmum tíma. Hvernig myndu þið svara ykkur sem segir, þetta er bara framlíking á þessum eilífa meirihluta Samfylkingarinnar. Hvað breyttist þegar þið komuð inn? Ég myndi segja að það sé að tóða þetta meira til vinstri. Og sérstaklega með heiði farabróti. Það er bara staðreynd að þegar Framsókn og Viðreisn var í meirihluta, það voru meiri líkur á að það yrði farið til hægri í ýmsum efnum. Þetta snýst líka persónur og leikendur. Skulum ekki gleyma því að pólitík snýst líka persónur og leikendur og hverju sinni. Þið verið rukkaður þetta, hverju breytir það? Því að þeir sem hafa verið að lappa upp á, svo ég tala nú eins og gagnrýnandinn, lappa upp á einu eilífa meirihluta Samfylkingarinnar, að þeir flokkar hafi ekki fengið góða útreið hjá kjóstum. Náttúrulega fyrsta sem við gerðum var að koma í veg fyrir hægri stjórn, koma í veg fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn ráði, koma í veg fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn nái að útvista, skera niður, hækka gjöld. Hann er svo Theodor var að lýsa Sjálfstæðisflokknum í hófi. Og svo líka bara, þetta er sögulegt að það séu 5 flokkar saman í samstarfi og við erum með þessar félagslegu áherslur og við erum að vinna meira með verkalýðshreyfingunni, við erum að vinna meira saman hvað varðar húsnæðisuppbyggingu, við erum líka að vinna meira saman hvað varðar bara svona samtal, að einhvern veginn svona tala meira saman bara þú veist, eru til að ræða við okkur hvað við getum gert betur, hvernig getum við gert hlutina öðruvísi, við viljum til að fá ykkar rödd. Þetta funda með fólki utan ráðhússins. En auðvitað finnum að aldrei þegar maður er komin í þessu stöðu, þetta er náttúrulega fyrsta skipti sem ég er í meirihluta og maður finnur alveg að þú veist þetta var aðeins öðru sem maður var búin að ímynda sér, það er ekki eins og eitthvað sé samþykkt og það sé bara orðið að veruleika næsta dag. Þannig að maður finnur auðvitað líka, þetta er bara, þú veist, þetta er stórt svona kerfi sem maður þarf að vera í... Það gengur hægt, en kjósendur eru óþolinmóðir, það er frægt. Kjósendur eru bara ekki til að gefa ykkur mikið tíma. En meirihlutin heldur. Samkvæmt nýjustu könnun. Já. Ég held að fólk haldi með okkur. Ég held að fólk treysti á að við gerum það sem við segjumst alltaf að gera. Þannig að þið þórið að fara í sund í heita pottinn og hitta fólk? Já, absolutt. En þetta bara Viðreisn var... Er það bara Viðreisn núna sem er? Já, það er einmitt þessi umræða, við vorum náttúrulega eins og í Garðabænum og í Kópavoginum, þá vorum við svona blönduðu framboðin. Það breyttist síðast? Já, eiginlega, já, síðast, allan í Garðabænum og við vorum náttúrulega, ég var náttúrulega partur af Bjartri framtíð. Já, sást á þingi fyrir Bjartri. Já, og svo buðum við fram undir svona Björt framtíð og Viðreisn saman og svo var þetta Viðreisn. Þannig að við höfum svona verið í þessari vegferð núna í setjastjórnunum að Viðreisn bjóði fram sér. Og sem víðast. Haldið það verði ekki líka með Samfylkinguna sem maður á að horfa til Ísafjarðar, Garðabæjar með það í hugafæri að Samfylkingin ætlar að bjóða fram sjálfstætt? Ég hugsa það. Nú veit ég ekki Forystu flokkur í stjórnmálunum hlýtur að vera. Já, akkurat. Þannig að það getur orðið líka breytingar í Kópavogi. Samfylkingin kom ekki vel út síðast í Kópavoginum. Mistu mann þar og ég fikk ekki góða kosningu en það gæti þá breyst núna og þá gæti, tala ekki með miðflokkurinn kemur inn og
og ég veit ekki með Framsókn og síðast var Samfylkingin að mælast kannski með 10% á landsvísu. Nú eru þeir í 30%. Ég veit. Og svo komum líka vinir Kópavogs. Þeir komu og slóðu gegn. Helga Jónsdóttir sem oft kom hingað. Já, Helga er náttúrulega stórkostleg manneskja. Breyttu myndinni mikið. En bara svo, það er svo margt sem að getur gerst. Og ég, að því að nú hef ég farið í kosningar þar sem að flokkur minn var í ríkisstjórn í tvígang. Og það leiðilegt. Það getur verið alveg drifleiðilegt. Þú veist, vegna þess að ríkisstjórnin þarf að vanda sér svakalega vel til þess að hafa ekki áhrif á sveitarstjórnarkosningarnar. Og það er líka bara einhver svona faktor sem við þurfum að taka tillit til. Hvað ætlar þessi ríkisstjórn að gera í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga? Ætlar þau algjörlega að klúðra þessu fyrir sínu fólki? Það er þá Viðreisn, Flokkur fólksins og Samfylkingin. Ætlar þau kannski að bara fara að selja Landsbanka? Þá held ég að dúppist niður við fylkið. Það var það sem mín ríkisstjórn gerði. Kortir í sveitarstjórnarkosningar, fóru í Íslandsbankasöluna og það var ekki vinsælt. Og við fundum fyrir því í skoðanakönnunum að þú veist, fylgi bara tók dýfu. Og líka Sjálfstæðisflokkurinn sem taldi sig verið að sækja eitthvað sigur en þeir bara löðrung. Já. En engu síður var stærstur í borgarstjórn og við þurfum bara að veita þessu mikla mótspyrnu ef hann á ekki að komast til valda eins miðað við mælingar núna. Að þá þurfum við að hafa hátt, láta í okkur heyra, segja okkur að það er mikilvægt að við erum þarna og ekki þau. Og það sem að þarf alltaf að passa sig í þessu starfi og minna sig á hverjum einsta degi er að þó maður sé kannski að gera helling þá þarf maður alltaf að vera, þú veist, með annan fóti fyrir utan að segja frá því sem maður er að gera, vera sýnileg með það og ekki festast í einhverjum endalausum fundahöldum og fundagerðum. Og svo langar mig líka að segja að þetta snýst ekki Sjálfstæðisflokkinn, þetta snýst hugmyndafræðans, þetta snýst pólitík. Þetta snýst ekki Sjálfstæðisflokkinn. Ég er ekki í pólitík til þess að halda Sjálfstæðisflokknum frá völdum. Ég er í pólitík til þess að hugmyndafræði hans komist ekki vinnu. Ekki fá þá hugmyndafræði að borðinu í formi Viðreisnar eða Miðflokksins. Akkurat. En svo náttúrulega eru sveitarstjórnarmálin oft þannig að það, eins og við sjáum bara út á landi, það er eiginlega allir flokkar sem að geta unnið saman. Við sveitarstjórnarmálin eru svo 90% tilfella, þá eru við sammála hvað þarf að gera. En við erum kannski ekki alveg sammála hvernig það skuli gert. Nei. Það er alltaf bara samtal. Ég myndi segja að séu skýra línur að teiknast upp í borginni. Þú veist, það er hægt að fara, þú veist, þó að það sé svona kannski ýmislegt sem að getur verið sammála að tengist ekki endilega alltaf vinstri hægri, þá myndi ég segja að séu mjög skýra línur að teiknast upp. Viljum við fara til vinstri, viljum við fara til hægri. Og Framsókn sem ætti að vera miðjuflokkur, hann er bara að fara útmála sig sem eitthvað hægri afl og er sífellt. Hans sagði nákvæmlega það sama þú ætti að segja, nema hann telur sig vera hægra megin, hann telur að vera hlutur Framsóknarflokksins að koma miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum til valda. Akkurat, einmitt. Það er heimskulegt, finnst mér, en allt í lagi. Það er mjög undarleg, alveg jafnt undarlegt og ákvörðun Framsóknarflokksins að skella sér í þetta máls og út af veiðigjöldunum inn á þingi. Ég held að það sé mögulega kjósendur Framsóknarflokksins séu kannski bara 20% af þessari línu, sko. Ég held að klóra sér bara í kollinum, sko. Vita ekkert fyrir hvað flokkurinn stendur. Og Þórarinn, Ingi Pétursson eða hvað hann heitir, Framsókn í norðaustri. Hann síðast yfir sig að hann búin að flytja flesta ræðurnar í veiðigjaldamálinu. En við erum búin að tala út okkar tíma. Ég ætla samt að rekja Sönnu með einni spurningu. Það er verið svolítið fréttir af því að það verið valdaskipti í stjórnum Sjálfstæðisflokksins. Þú varst pólitískur leiðtogi flokksins og sagðir af þér og lýstir yfir og ætlar ekki að taka þátt í innræðastarfi flokksins. Hver er raunverulega staða þín og að vera fulltrúi flokks sem að þú ert bara mjög ósátt við hvert stefnir? Já, ég held að ekki farið fram hjá neinum að ég með við stöðuna núna, þá sjáu ég ekki að ég og nýkjörnar stjórnir eða allavega fórist að þeirra stjórnagöngum í takt og eins og við hefum verið að ræða hér styttist í sveitarstjórnarkosningar og sumarið er að koma, þannig að maður þarf að taka dálítið ákvörðun hvernig maður sjáu fyrir sér næstu skref. Ég allan að veit það að ef að borgarbúar treysta mig fyrir því og ef að félagið mínir treysta mér til þess að halda áfram í borginni, þá vil ég gera það. Ég veit ég er sósíalískur borgarfulltrúi, ég vil halda því áfram, en ég held að bara næstu dagar og vikur verði dálítið bara sína það undir hvaða formerkjum ég sé þá fara að bjóða mig fram eða er áhugi fyrir því að ég gefi áfram kosta mér til setu í borgarstjórn. Ég hef mjög mikinn áhuga, mér finnst þau vera svona byrjuð á einhverju sem ég vil halda áfram að leitast þau að koma til skila í samstarfi við þessa flokkar, samstarfsflokkana mína. Þeir hugast ekki að fara í kosningabaráttu sem er rekin og stjórnað af núverandi fórustu í Sjálfstæðisflokknum?
Ég þarf aðeins að fá að melta þá spurningu áður en ég gef svar. En svo komið hérna option, hið sanna líf. Nákvæmlega. Sanna bjartalíf. Það verður eitthvað verið þessu. En hérna, þetta er búið gaman. Já. Líf Magnúsdóttir, Theodóra S. Þorsteinsdóttir og Sanna Magdalena Mörstudóttir. Takk ykkur að þið verið komuna. Takk fyrir mig. Og við ætlum að sitja eftir bróðir örstutt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.